Við byrjum með fréttir dagsins og María Pétursdóttir er hér. Hvað er að frétta? Já, heyrðu, það er náttúrulega bara stór fréttir varðandi Eflingamálin. Landsréttur segir að Efling þurfi ekki að afhenda félagsskrána. Já. Þannig að og ég held að þau bara hreinlega þorði ekki að vona svo góðum tíðindum frá landsrétti en þannig að þeim var náttúrulega þú voru mjög ánægð með þannan dóm. Já. Fórstu Eflingar. Já. Það var einhverjar verið að reyna að útskýra dóminn í fréttum. Já. Það var annars sagt að það hefði verið fellt út ákvæði sem að mögulega hefði getað stutt sáttasemjara í því að sækja félagsskrána. Það verið fellt út 1978. Akkurat. Það voru sögulegu tími, 78, það voru mikið verkvöld sem gengu. Þetta var árið þegar lá við að Íslendingar kysu vinstristjórnir við sig. 78. Þannig að það var mikil hiti. En þetta, við höfum nú rætt þetta fram og tilbaka við Rauðaborðið. Það var engin sem að benda þetta. Nei, það hefur engin munað eftir nákvæmlega þessu. Og þá er þetta fellt út raunverulega til þess að það sé ekki hægt að leggja fram miðlunartillögu. Já, til þess að draga úr völdum ríkissáttasemjara og þetta kom frá ASÍ á þeim tíma. Já. Og þeir Ásmundur Stefánsson og Lára Vaff og Guðmundur Gunnarsson og allir þessi gömlu ljón og ljóninni sem hafa dregið fram. Og þau myndi ekki eftir þessu. Nei, einmitt. Það er svolítið erfitt þegar hreyfingin hefur ekki stofnana minni. Já, það er nefnilega svolítið erfitt. Þannig að og ekki gáttu viðbenda á þetta, það var ekki að þeim viðmælum okkar sem myndi eftir þessu. Ég held þetta sé heilmikið lærdómur fyrir bara alla sem starfa einhvern veginn eða koma að samningagerðinni og bæði SA megin og yfirvalda megin, að vera ekki svona vissir að hafa rétt fyrir sér. Ó. Já, að því það er einhvern veginn ennþá erum við að horfa á eða sjá fréttir af Halldóri Benjamín tala mjög fjálglega það að Efling sé að brjóta lög með því að halda verkföllum til streitu. Hann heldur í fram að héraðsdómur í þessu sama máli hafi úrskurðað að miðlunartillagan væri lögmætt og það sama gerir Aðalsteinn. En málið er að það er annað mál fyrir héraðsdómi sem eftir að fara sem snýst það hvort hún sé því að málið í héraðsdómi og svo núna fyrir Landsrétti fjalla bara það hvort að Eflingu beri að afhenda og sem að verður ekki þegar Efling og Aðalsteinn gerðu samning það að áfrýja ekki til Hæstaréttar. Nú hafa einhverju bent á það að honum sé það óheimilt að gefa frá sér svona, hvað ég var að segja, réttarheimild. Réttina til þess að áfrýja. Já, með þess að Jón Steinar Gunnarsson skýði fram helgina og hann var að segja að samkomulagið að hringja ekki í lögguna, heldur að bíða eftir niðurstöðu Landsréttar, að þá var hann að gefa frá sér svona réttindi. Á þetta ekki bara við svona skaðabótaskyldu og annarslegt? Ég veit ekki. Ég held að það var ekki margir sem að lyftu upp augabrúnum yfir því sem að Jón Steinar var að segja sektur fyrir að leggja svona inn til en það er hjá honum og eins og þú ert að vitna til Halldórs Benjamín en þá er ennþá þessi sama harka að mann sáu einhvern veginn tækifæri til þess að knésetja Eflingu á svona einhverju lögfræði svipað og hægrið gerir oft í Suður Ameríku stingur bara vinstrimörunum í fangelsi sem að brjóta lög þannig að það var svona þannig stemming í samfélaginu en Aðalsteinn hann búin að gefast upp. Já, hann búin að senda félags- og atvinnumálaráðherra beðinu að fá að víkja. Vinnumálaráðherra. Vinnumálaráðherra, já, ekki atvinnu. Félags- og vinnumála. Já. Og hann búin að veita hann lausn, en ekki búin að skipa neitt. Nei, ekki búin að skipa hann. Við talið við Aðalsteinn. Já. Og það sagði meðal annars að það væri kannski skipaður nýr sáttasemjari eins og er oft gert, eða sáttanefnd, eða það er svolítið fyndið. Já. Eins og hann teldi að það þyrfti heila nefnd til þess að leysa það sem hann hafði. Það spíldi ósáttu við að það kæmi bara allt í því, tala ekki um að það kæmi bara kona eða eitthvað, það myndi leysa þetta mál. Já, einmitt. Þannig að hann farinn. Já, einhvers stað stóða í einhverju frétt hann ætlaði nú ekki að biðja Sólveig afsökunar. Nei. Þannig að en já. En þetta er allavega þannig að og Efling ætlar ekki að afhenda félagatalið, það sjálfsögðu ekki og Aðalsteinn ætlar ekki að víkja.
Nei, Aðalsteinn ætlar að víkja, segja ég. Ætlar að víkja. Það kannski kemur ykkur annar og tekur ákvörðun það að áfríða þessu til Hæstaréttar. Já, það getur vel verið. Ég veit ekki hvort að það mun ekki ganga svona rætt fyrir sig, sko. Þannig það mun verða ég held... Ef það verður ferðangað, en svo náttúrulega málið sem í héraðsdómi sem að mun verða flutt það hvort að miðlunartillagan sé... Lögmætt. Ég held að það sé allir á því að fá það máli gegn því að nú eru menn að segja að nú eru svona efasemdir það hvað vinnu rétturinn snúist og það sjálfsagt að reyna að fá sem skýrast fram hvað málin eru. Já. En það eru meira þannig að Efling boðaði til verkfalla í morgun. Já, fleiri restin af hótelunum. Já. Öll ræstingafyrirtækin sem að hafa eftir því sem að þeir sem að sinna verkfallsvörslu fyrir Eflingu mjög sterkar grunum að séu og við höfum neitt byrt myndir af fólki mert degi að þrífa inn í hótel Lind sem að til Íslandshótelum. Þannig að þau fari í verkfall og öryggisfyrirtækin sem Securitas sem að sinna þrifum og svona líka, eða ekki? Jó, eitthvað eða voru það? Ég er ekki viss það, sko. Ég held mér að sé skúringaarmurinn af Securitas gamla. Já, ok. En ekki, ég ætla ekki að geta neina hatt upp á það, sko. Nei. En þetta er allavega mjög líklega, sko, þetta eru fyrirtækin sem að Íslandshótel hafa verið að nota mögulega til þess að beita sér í verkfallsbrotum. Það var merktu bíll þarna frá Topguards sem var þarna fyrir utan þar sem að mestu deilunar hafa verið hvort að verkfallsverðið fá að koma inn eða ekki. Sem hafðu reist svona óeirðargirðingu fyrir utan. Ég veit ekki hvort það voru mennindir frá Topguard, það var svona grunur þeirra sem stóð í þessu. En það var gert samkomulag á milli Íslandshótel og Eflinga hvernig var í staðið að verkfallsvörslu. Já. Og þeir fá bara að senda inn 2 verkfallsverði í litlu hótelin en 2 í stóru hótelin sem Foss Hotel og Grand Hotel sem eru á margar hæðir. En það væri nú, það er nú alveg ótrúlegt að með ekki senda inn fleiri. Þau finnst sérstaklega í stóru hótelunum að þurfa að vera, ég heldur að við sagt að Sólveig hafi sagt að í Rauðaborðið að þau séð fyrir sig að þyrfti að vera svona 5 til þess að Já, einmitt. En þetta mun líklega þýða það að ef að verkföllin verða samþykkt að það mun ekki gerast sem að samtök atvinnulífsins hafa svolítið stólað á að dómstólar myndu einhvern hátt bara stöðva kjarabaráttu verkeflingar. Þannig að nú þarf hún að bara líða sinn gang. Það er líka, það er náttúrulega svona tvennt sem að samtök atvinnulífsins hafa stólað á. Það er annars vegar að þetta sé allt stoppað af með einhverjum úrskurðum, lagalegum úrskurðum eða hins vegar að það verði öll Efling verði látin kjósa og kjósi sjálfum sér í óhag. Ég held að er Halldór Benjamín að segja það? Já, hann er alltaf að tala það og það var náttúrulega líka það sem að í rauninni kannski fyrrum ríkisáttasemjari var svona að halda fram í rauninni. En við höfum séð atkvæðagreiðslur verkfall og þau eru náttúrulega bara benda ekki til þess. Þau benda ekki til þess. Þannig að þetta er svo óskikja. Ég held að aðalega var að fá kosningu þannig að myndi ekki nást að það væri 25% af félagsmönnum í Eflingu sem myndu mæta til að fella milljónatilhugna. Það hefur verið svona planið. En það er ekki að ganga upp. Nei. Er það eitthvað meira en Efling í fréttum? Já, eitthvað. Já, það er grænbók húsnæðismarkaðinn. Já, var lögðu inn í samráðsskattina. Já. Ég rendi yfir hann og athugaði hvað væri svona fyrir leigjendur. Já. Sem nú sá hópur á húsnæðismarkaði sem hefur mest liðið fyrir húsnæðisstefnuna eða skorta húsnæðisstefnu. Það er ekkert þar. Það er ekkert það er bara að vísa því að það sé einhver nefndastörum. En það samt koma fram upplýsingar það að sá hluti þeirra sem að búa við óheyrilegan húsnæðiskostnað. Já. Það var svipað fyrir hrun, það var svona ívið á leigumarkaði, en síðan skildi alveg á milli eftir hrun, því að leigumarkaðurinn eftir hrun er raunverulega það sem að verður algjörlega stjórnlaust og það var svona, minni mig eitthvað svona kringum 80% hjá báðum hópunum, en það hefur farið niður hjá þeim sem er að kaupa,
niður fyrir 10%. Að hluta til vegna þess að fátækasta fólki sem var að kaupa fyrir hrun á ekki efna að kaupa í dag og koma á leigumarkað. Já, en þeir sem eru á leigumarkað, það er að fara að nálgast þriðjung sem segist vera að glíma við óheyrilegan eða íþyngjandi húsnæðiskostnað sem dæmir það sjálft. Síðan kom líka fram að það eru kannanir á því hversu stór hluti af tekjum þínum fer í húsnæðiskostnað. OECD er með svona hættumörkin eru 40%. Ég sé það miklu lægra. Ég veit ekki, OECD er náttúrulega nær víðum heim, Mexiko og alls konar lönd sem þar inni, kannski er það óvenju hátt, ég veit það ekki, en í Evrópu sambandinu held ég sé með við 30%. En það eru... Ef ekki bara hreinlega minna, 20-30. En að meðaltali, en að meðaltali á Íslandi, að þá er þetta komið upp í 45%. Þannig að þú veist, meir en helmingurinn er eiginlega komin sko langt umfram það sem er talið hættu ástand. Þetta er í skýrslunni og ýmislegt fleira sem bendir til þess til dæmis eru komið strax merkjum það að þegar Airbnb íbúðurnar fara aftur út af að slaknaði á leigumarkaðnum yfir COVID. En það eru merki þess að það sé að versna aftur. En samt er enga tillögur má ekki vísa í það. Nei, ekki nefnt leiguþak, ekki nefnt leigubremsa. Ekki neitt. Þannig að maður er bara hvetur sem flesta til þess að fara og skilin áliti á þetta. Já. Heyrðu, það er fleira í fréttum. Ferðaskrifstofa í Venezuela er að auglýsa Ísland sem frábæran áfangastað. Hér sé svo gott velferðarkerfi. Já, getur komið hingað og farið á bætur. Já, þú getur þú fáið hvaða ferðaskrifstofa er þetta? Ferðaskrifstofa sem að Venezuela menn hérna á Íslandi reka? Nei, þetta virðist bara vera, þetta er náttúrulega bara því að það er búið að vera galopið fyrir Venezuela sem sagt. Við nú fjallaðum það hér, það var ríkisstjórn Katrínar þegar að voru svona bandaríkjamenn og leynisþjónusta Bandaríkjanna var með vonir það að yrði stjórnarbyltingi í Venezuela. Og þá lýstu Íslendingar lýstu yfir að forseti þingsins þarna væri rétt kjörin forseti og annað slíkt. Og þá opnaði Ísland bara það voru Bandaríkin og Ísland sem opnuðu sem sagt buðu alla Venezuela menn velkomna. Svipaðu núna gert fyrir Úkraínu. Síðan þegar mjög undarlegt í raun að hafa gert þetta á sín tíma sko. Og svo þetta gekk ekki eftir einhvern veginn. Maduro verið þar að þaulsetin hann og enga breytingar að gerast í Venezuela nema helst til að það sé að skánast efnaðs ástandið þar út af Úkraínustríðinu. Nú er olían hjá Venezuela orðin eftirsókn verð og menn eru byrjað að kaupa hana sem áður voruð með Venezuela í viðskiptavanni. Þannig að það er heldur að skána þar. Þá veldu íslensk útlendingastofnun hætta þessu að hleypa Venezuela mennunum bara beint inn. En þá kemur úrskurðarnefnd útlendingamála og segir að þeir geti ekki breytt reglunum nema að sína fram á það sé einhverja breytingar í Venezuela. Og útlendingastofnun núna er að safna einhverjum gögnum það til að þetta sýnda að það er breyting. Jú, þetta er náttúrulega bara svolítið fyndið mál, sko. Af því að þetta er náttúrulega bara, sko, svo pólitískt í raun og það er engar aðra þjóðir sem voru að hleypa Venezuela fólki í gegn svona eins og Úkrænumönnum, nema Íslendingar. Þannig að þetta er bara svona algjört heimaskismát, sko, hjá Jóni Gunnarsinni núna. Ég meina, þetta er bara hans ríkisstjórn í rauninni sem að stóð fyrir þessu. Já, það voru fleiri sem komu frá Venezuela í desember heldur frá Úkraínu. Já, einmitt. Og líklega er það sama í janúar. Því að það er ekki það kemur ströymu frá Úkraínu sko, en hann er ekki að aukast svona eins og er frá Venezuela. Nei, einmitt. Þannig að þessi aðgerð ríkisstjórnarinnar eitthvað til þess að svona íta undir stjórnarbyltingu í Venezuela hefur þessu afleiðingar. Já, það er bara þannig. En það er engin sem gengst við því, sko. Nei, það er engin. Hver ekki talað um þetta nema hér, sko. Ég veit það er engin að tala um þetta. Þannig að og það er eins og líka, sko, aðrir
stjórnmálaflokkar séu ekki átt að segja á því heldur á þingi eins og bara Píratarnir sem eru núna alveg Mér finnst aðalega skrítið bara með fréttirnar af því að það kemur hérna Jón Gunnarsson og alls konar fólk og segir að þetta sé út af einhverju sem að úrskurðarnefndin hafi sagt. Já, þetta er bara svo úrskurðarnefndin hafi fundið upp á þessu. Nei, hún fann ekki upp á þessu. Hún fann nefnilega ekki upp á þessu. Hún sagði bara þið megi ekki að breyta allt í einu bara af því bara. Ef það var þessi vá hérna áður, þá hefur ekkert breyst í þessari vá nema þeir sýni fram á að váin sé minni. Já, nákvæmlega. Þannig það. Já. Hvert þau fara næst? Herðu, það eru sjómenninir. Þeir eru að koma hérna eftir Valmundur og Guðmundur Helgi. Já. Þeir samdu til 10 ára. Já, þeir gerðu langan samning. Já, ég veit ekki, ég hef verið aðeins að svona skoða hvernig er fjallaðum þetta. Já. Það er svona, þetta eru flóknir samningar. Einmitt. Vegna þess að Þú er búin að vera lausir samningar þeirra í hvað 3 ár? Jú, en stór hluta launum sjómanna er hérna, hlutur, hlutaskipti og þannig að vera að breyta hlutaskiptakerfinu. Þannig að ég ætla að reyna að fá svona skýra mynd af þessu, hvað er raunverulega er í þessu samningum. Því að ég held að þetta séu mikla breytingar og sjómenn þurfi að setja sig vel inn í þetta og við hinn svolsum. Já. Einmitt. Svo Samherji, talandi sjómennina? Já, Samherji var bara á forsíðu Aftenpostenum og þeir eru að velta fyrir sig bara hvers vegna svona brjálæðisleg spilling á Íslandi. Þetta er svona fylgiritt sem að fylgja með Aftenposten. Kemur út eins og í mánuði og heitir svona Insikt sem er svona karsljós þeirra í Aftenposten. Aftenposten er náttúrulega gríðarlegt stórveldi. Þetta er bara eiginlega stæðsta blað á Norðurlöndum held ég. Það er eiginlega ekkert blað bara í heiminum sem hafði viðlíka stöðu á sínu svæði eins og Aftenposten í Oslo. Þetta er hérna, og bara byggingin þeirra og fjöldin sem er að vinna, þetta er alveg rísablað fyrir þá sem ekki vita. En hérna, þetta er grein sem er Samherjamálið í Namibíu og er eiginlega svona vangaveltu grein það hvernig standi á því að það sé svona mikil spilling á Íslandi. Og það er danskur blaðamaður sem skrifar þetta. Hann er svona helst á því að þetta sé út af smæð samfélagsins, þetta þekki allir allra. Það gerir svolítið út úr því að Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra og Þorsteinn Már hafi verið æskuvinir. Og náttúrulega Kristján Þór hefur fyllt, hérna hann var á bæjarstjóri á Dalvík sko þegar Samherji er að ná undir sig þar Söltunafélagi Dalvíkur og fleira, svo er hann á Ísafirði bæjarstjóri þegar Guggan fer og svo er hann hérna á fundum með einhverjum Namibíumönnum, hann er svona, ef þetta væri svona framhaldsþáttur í sjónvarpi, þá væri hann svona spilti stjórnmálamaðurinn. Aðal skúrkonum. Já. Þannig þeir eru að fjalla þetta. En þeir fjalla að Ísland sé spiltasta Norðurlandið og eru eiginlega bara veltaði fyrir sig hvernig stendur og Ísland er svona rosalega spilt. Svo hann er nú komið fyrir okkur, Marja mín. Já, það er nú málið. Ekki það, maður hafi ekki sko vitað það, en þannig er þetta bara. Nei, maður þekki kannski ekki öll Norðurlöndin. Nei. Það er nú spilling við á Norðurlöndum. Já, það er bara allt öðru sig og það er, maður sér það í fréttum og hefur séð það undanfarin ára að það þarf miklu minna til við á hinn Norðurlöndunum til dæmis að pólitíkus að segja af sér. Já, og það er einmitt það sem að vera fjallað það fjallar að sko Samherjamálið sé flokkspólitískt á Íslandi og tengist Sjálfstæðisflokknum umfram aðra flokka og hann sé með fiskilikt á fingrunum, Sjálfstæðisflokkurinn. En þeir eru svolítið að veltaði fyrir sig sko hvernig standi á því að hefur eiginlega enga afleiðingar sko. Það kemst bara upp með það. Það vita allir að þú veist þetta er spillingamál og þetta tengir Sjálfstæðisflokknum sérstaklega en svo bara sjó með skóan. Það er náttúrulega hinn eiginlega spurning hvers vegna líka kýs fólk. Erum við með eitthvað fleira? Ég sé að sjómennir eru þeir eru að koma í land. Hérna við erum með bara kannski það frétt að Þorgerður Katrín var endurkjörin formaður Viðreisnar. Já, sem er eiginlega ekki frétt. Nei, sem er eiginlega ekki frétt. Og svo erum við með viðskipta þvinganir torvelda björgunarstarfi í Sýrlandi. Já, við þurfum eiginlega að ná að fjalla betur þetta sko, því að fréttum á ætla að sé björgunarstarf á fullum gangi. Þetta er náttúrulega þessi jarðskjálftararnir eru að vera það sko, þetta er alltaf að vera hörmulegar. Þetta er bara hræðilegt, þetta er mikið verra heldur en bara þeir töldu í upphafi. Það fyrir náttúrulega 40.000 sem að hafa fundist. Þetta er helmingi meira en þeir töldu í upphafi. Já. Og það er talað að sé valla helmingurinn fundir ennþá. Þannig að það stefnir í að verði bara hátt í 70 til 100.000 mann sem að fórust þarna.
En málið að sko björgunarstarf í Sýrlandi vist í lamasessi út af viðskipta þvingunum og það einhvern veginn NATO og Bandaríkin og félagar bara ná ekki einhvern veginn að lyfta því upp af þessu tilefni. Sem bara hrikalega sorglegt. Já. Við fjöllum það seinna. Jöp. Segjum þetta gott af fréttum dagsins.